Já, hæ, tvíburar. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur, hvað komið í ástinni, hvað er í gangi. Þetta er svona náttúrulega meira svona fyrir single en líka þeir sem eru í sambandi. Svona sjá hvað kemur svona fyrir ykkur. Og eitt, mér langar að segja, muna að drekka vatn og taka vítamín eitthvað. Við erum búin að langa svo lengi að segja þetta. Má svona. Herjá, ég ætla að fá englanúmer fyrir ykkur. Þið bara googlið það, angel number meaning. Sjá hvað kemur hérna fyrir ykkur tvíburar. Hvað sem þurfum að vita. 553. Hérna. Googlið það. Gæti verið ykkur 53, 58, 35 eða 38. Gæti verið eitthvað samvændi við 10. október, kannski á ykkur afmælið 3. október eða 10. mars. Gæti líka verið 8. apríl, eitthvað samt við þá. En já. Sjá hvað kemur hérna hjá okkur. Já, það sem ég fann hjá ykkur það er að koma svona nýr kafli hjá okkur. Let love lead the way to the way. Let love lead the way for change. Segir þetta. Bara já, svo miklu að það í svona, það kannski komin í svona til meiri balans núna kannski. Það svona eitthvað að nýtt að koma inn. Fengu hérna Twin Flames, Passion Ignite. Það svona eitthvað að koma inn fyrir ykkur. Ég vil fá eitt hérna hjartaspilunum, það sem fyrir tvíburan, hvað er það sem þurfa að vita. Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Já, gæti verið með eftir fingrum hjá okkur sem að þið hafi kannski verið óviss með, eða þá að það eitthvað svona secret crush og það eru svona meira heldur en sýnist. Ég skulle bara segja það. Það gæti verið eitthvað sem að kannski ég hafi ekki grunum sko, heldur hvað er gangi. Það er eitthvað nýr kafli að koma inn í okkur. Já, ég ætla að fá líka hérna þessu. Fyrir tvíburan, hvað er það sem þau að vita hvað koma. Jane Austen. None of us want to be in calm waters all our lives. It is truth universally acknowledges that single men in position of good fortune must be want of wife. There are many forms of love as there are moments in time. Já. Gæti verið að það eitthvað manneskja sem að vill festa sambandi, fara með á hærra level, lítur á þig sem einhverja konu eða kall sem að það vill búa á eða æfinni með. Mér finnst það svolítið þannig. Og það svona, það eitthvað að skrifa, það gæti verið svona mikið, verið að skrifa eitthvað mikið eða einhver svona að
mikið að hugsa og svona hvað að gera. Jane Austen. Hvað með þess að Jane Austen, ég var svo forvitin að ég verið að vita hver hún er. Sjá. Og kannski eru þið forvitin að vita hver þetta er. En já, kannski vitið það. Jane Austen was an English novelist. When her father died in 1805, Jane and her sister Cassandra were left unmarried and in a precarious financial situation, in opposition to the romantic sentiments fashionable at the time. Austen novels present a complex balanced picture of love and marriage with British society. Já, hún skrifaði svona romantíska skáldsögur. Já. Gæti verið einhver manneskja sem er að byggja sig upp, er svona að koma svo úr svona fjárhæst, eitthvað samt við fjárhægin. Já. Gæti verið þú eða einhver annar í kringum með okkur. Það er eins og þegar að fara yfir eitthvað svona, síðan að brú. Gæti eitthvað verið tengt líka, eitthvað samt við, já, búið ykkur annar staðar eða eitthvað svona. Ég fekk allt einu Bandaríkin og líka Grikkland. Ég veit ekki af hverju en. Og eitthvað samt við skák og mát. Þetta hafi verið mikið leikjum. Kannski, já, alls konar leikjum. Það getur verið, já, svona, eitthvað svoleiðis, ég veit ekki. Við fáum hérna meira. Ég skal sjá þetta hérna. Getur lesið kannski, pása og lesið. Þetta er Jane Austen. Og Britney Spears hérna líka. When gambling with love, hedge your bets. Take a risk of getting hurt because being in love can be toxic, but the high is amazing. Trust your family, take care of you when you can't. Þarna Britney Spears. Gæti verið búið að vera eitthvað svona toxic, gæti verið þekst eða svona, að það er svona, síðan að slöngu, gæti verið svolítið svona, já, eins og það er að taka áhættu með eitthvað. En það er eitthvað sem er að segja núna, það er eitthvað, þetta er alveg þess virði að taka áhættu. Gæti verið líka tvenns konar, það er eitthvað tvennt sem að geti verið búið, það er svona, ein manneskjan gæti verið toxic og hinn svona meira down to earth, gæti verið naut með stengið eða já, veit ekki. Sjá hvað kemur hérna. Það er alltaf dökkt og ljós, það getur annað alveg sitt dökkar og hinn ljósarur. Og samt það dökkt eða ljóst. Dark and light, kannski. Kannski er það svolítið svona mikið, kannski þetta er svona sem að koma hann að twin flame eitthvað. Ok, ég ætla að fá hérna, hvað er komið í ástina fyrir, já, hérna, tvíbarunum, Eight of Swords,
það eins og, já, það finnst þau vera föst svona í ykkur kannski, þessi mannskja kannski svolítið að, já, hefur kannski verið, ef þið hafa verið saman þá hefur þetta verið þannig að það hefur verið svona fast í sama farinu og eitthvað fleiri sko. Og svo svona erfitt að komast inn eftir eitthvað svona sem hafi verið áður. En þessi manneskja vill ekki sleppa þér allavega. Gæti verið þessi manneskja verið svona ná þér svona þegar þú ert komin í svona betra skap eða svona, það eins og að það er eins og að vera að bíða eftir tækifæri. Það peys og steif seinna líka. Og þetta svona eitthvað sem svona byrjunarstigi af hverju. Og já, það svona eitthvað sem að vill taka áhættu. Það eins og þetta sé svona, já, eins og þú veist ekki verið að sína hendur, þú veist bara, það svona, þú veist, það ekki alveg svona, það ekki verið alveg búið að sína svona hvar þú hefur manneskjuna eða eitthvað fleiri sko. En það eitthvað svona nýtt að gerast, það eitthvað svona, já, kemur 4 steif seinna líka. Það eftir að koma svona breytingar og það svona eins og að vera, getur verið að þú sért að skrifa undir samning eða það eitthvað nýtt að gerast hjá þér sem að já, það eru mikla breytingar hjá þér. Það eitthvað sem vill svona gefa eitthvað meira svona staðfestingu kannski líka. Það eitthvað sem kom 12. Það getur verið, það Erisirna, það hrútiljóna bógamæður og það vasperi og tvíburi. En það eitthvað sem eftir að getur svona glaðst með, gæti verið eitthvað samt við apríl og júlí. Það transformation, það eitthvað breytingar að koma inn til ykkar. Og það gæti verið breyting á manneskjunni, að sjá eitthvað nýja hlið á henni, kannski líka. Gæti verið eitthvað fleiri sko. Já, það eins og að þú ert svona svolítið tvíburi kannski í svona einhverju rístarti eða eitthvað, þú ert að gera einhverja breytingar. Kannski verið búið að, já, það svona eins og þú sért í nefnir byrjun, það hendist út í þetta Ace of Wands. Og það getur verið það sem manneskja vilji gera nýtt með þau, það sem fyrst mér þetta eins og þetta sé eitthvað sem þú þekkir áður. Og þetta getur, Ace of Wands líka svona svolítið svona, já, vöndurinn. Já, Knight of Cups, Two of Cups. Eitthvað svolítið ferðilega, þetta er svona næstunni þá þetta svo, annarkvort þetta alveg brand new að koma inn. Gæti verið tvenns konar tilboð, sem já, en það svo, það svona gott fram á við, skilur, það svona eins og þurfa að velja og eitthvað svolítið sko.
það getur verið að þeir eru búin að vera í ykkur flutningum eða ykkur ferðalagi eða ykkur fyrir sko. Það getur verið kannski tengst það sem er að vinna líka. Getur verið að þeir séu að vinna við ykkur svona samgöngur, þetta er eitthvað svona samt við ferðalega, bíl eða eitthvað fyrir sko. Og það er eitthvað hérna naut meira steingeit eða allan að þessi manneskja er allan mjög grounded og stabil. Vill gefa þér svona offer, þetta segir það. Og þetta getur verið mikil ástina, sko, það er tvenns konar. Það getur verið hérna líka krabbi, sportryggi eða fiskarnir hérna líka. Og naut og ljón. Varsberi. En já, það er þarna eitthvað trend sem er að koma inn og það getur verið eitthvað svona eftir að þú farin á stað í eitthvað svona, getur verið eitthvað svona í eitthvað action eða eitthvað. Gæti verið eitthvað samt við líka að fara á útlandi eða það er eitthvað svona, eitthvað fyrir sko, það getur verið svona travelega, ferðast og það er ekki mannski gæti verið að vinna kannski við það líka. Sem eru single. Það er bara mjög gott. Og þá er það bara, getur við bara sagt að já, sko að það er allavega nýr kafli, það er eitthvað komið inn, hérna getur við sportryggi líka, hrúturinn, það er svona stórt og tjærjótin er innan krabbi og það er svona nýbyrjun transformation. Það er eitthvað sem hefur mikið áhuga bara og vill gera stóra breytingar. Getur verið flutningur líka bara gera eitthvað svolítið saman sko, saman eitthvað. En látum þetta duga. Bye.